Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, það leikhúsið, það alltaf verið að senda mig í leikhús og helgina fór ég í Tjarnarbíó og sá þar verk sem heitir eitthvað skýin og þar sá ég eitthvað sem ég hef aldrei séð áður. Ég sá dansara sem að söng, sóbrann sem að dansaði, ég hef ekki séð þetta, Ólöf Ingólfsdóttir. Þetta ekki algengt, að eitthvað dansi og syngi. Já, það að verða svolítið algengt, en já, það margir dansarar sem syngja, en það ekki margir sem að syngja barokktónlist hins vegar. Nei. Og þú getur sungið? Já, ég lærði það. Já. Þetta ekki sóbrann? Mezzosóbrann. Já. Fyllti salin. Og þú ert að syngja gömul? Já, þetta barokktónlist, sem sagt 300 ára gömul tónlist, en það bil. Og samt tímalaus einhvern veginn. Já, svona, ég veit ekki hvað, þetta svona óræðin merking, það þetta flytja þetta yfir á margt. Já, þetta eru sem sagt aríur úr mismunandi óperum eftir 4 höfunda. Þannig að þetta ekki upphæðlega samið sem einn heild, En það sem að ég að fjalla tilfinningar í þessu verki og þessir textarnir og lögin, þau vekja kannski mismunandi tilfinningar. Það eru valin svolítið út frá því, þessar stemningar. En þetta samfellt saga? Ég átti svolítið erlöku með að ég var að hljósa, hvað hún? Já, En svo þetta bara eins og þetta bara mjög opið til túlkunar. Ég hugsaði að það voru miklu fleiri konur í salnum. Já. Ég sagði, þetta ábyggilega eitthvað sem að þær ná, en ég bara fer einhvern veginn yfir hausamótan á mér. Já, ég veit ekki. Ég held að það sé ekki kynbundið. Þetta eitthvað svona tilvistarlegt. Já. Þetta einstaklingur í heiminum. Já. Einhver leyti þetta bara það að vera manneskja. Já, með mikla tilfinningar. Og ekki allar góðar. Nei, alls ekki allar góðar og við bara fáum mismunandi verkefni í lífinu. Þú syngur þetta á hvað latinu? Á ítölsku. Ítölsku. Já, sem frummálið. Já. Og svo fylgir þýðing hérna með að í einu þýðingin til dæmis blóðið í æðum mínum kalt sem ís, skuggi míns líflausa sonar hræðileg byrði og sárast tekur mig að skilja grind mína gagnvart saklausi sál hjarta míns. Þetta svona óþægilega tilfinningar. Já, kannski bæði sorg og eftirsjá og skömm. Tilfinningar ekki alltaf alveg einfaldar, þannig að það getur verið margar í gangi í einu. En af hverju tekur svona gömul lög og texta og dansar, þetta myndi ekki heita, til eitthvað sem heitir nútímadans? Já, samtímadans, þetta líka kallað. Já. Dansar það þannig? Já, þetta sem sagt ég lærði samtímadans fyrir löngu síðan og það var lengi vel bara minn starfsvettvangur með einum með öðrum hætti, að kenna eða semja eða dansa eða svona nýta það þann hátt. Og síðan þá kringum 2010 þá byrja ég í söngnámi. Og það átti nú bara að vera fyrir mig, bara til aðeins að kynnast röddinni. En svo þetta bara þannig að maður heldur áfram og smá saman einhvern veginn að maður komin eitthvert með þetta. En ég sá þetta alltaf sem bara tvennt aðskilið. Það bara annars vegar dansinn og hins vegar söngurinn. Eins og svona oftast í okkar heimi. Já, en svo einhvern veginn fór þetta að leita svolítið saman. Og af hverju ég syng barokk en ekki eitthvað annað. Ég var í klassísku söngnámi, þannig að ég var ekki að syngja pop og jazz til dæmis, heldur ljóð og nútíma tónlist, en líka svona gamla tónlist. Og það eitthvað við þessa gömlu tónlist sem að mér finnst heillandi. Og það eitt til dæmis fegurðin. Mér finnst þetta falleg tónlist. Þessi ekki allt frá barokktímanum með þetta, fallegt, en það eitthvað svona fegurð í þessum sem að tala til mín. Það líka einhver dramatík, eins og þessi texti sem þú last á þeim. Þeir ekki trættir við bara mjög mikla dramatík. Það bara, við eigum að fjalla það hvað
fallegt en erfitt að vera maður eins og hvað segi. Já, og svo bara, og dvelja aðeins í því líka. Leyfa því bara að vera, eins og þessi tiltekna arja sem að þú last textan þarna. Textin er ekkert meira en þetta. En lagið er það bil 10 mínútur að lengd. Og það eru endurtekningar og svona, en sko... Að dvelja í tilfinningunni. Að dvelja í tilfinningunni, já. Svo að þessi sárar. Já. Það sé leiðin til þess að kannski ekki kynast okkur, en kynast því hvað að vera manneskja. Já, og sko það líka, ég held við séum stundur svolítið hrædd við tilfinningar. Sérstaklega erfiða tilfinningar, við viljum það bara alls ekki. Við viljum bara íta þeim frá okkur. Eða leysa þær með hraði. En í góðu tilfinningunum þá fylgja oft erfiða tilfinningar með. Já, og svo líka hitt, sko, ef við lokum á erfið tilfinningarnar, þá lokum við rauninni allar tilfinningar. Það er ekki hægt. Það er ekki að víst, sko, þetta hljómar svona eins og tilboð, ef þú tekur ekki það slæma, þá færði ekki að það góða. Nei, ef maður leyfir sér ekki að upplifa, ef leyfir sér ekki að fara í gegnum tilfinningarnar og bara hafnar þeim, þá loka maður á eitthvað sjálfum sér. Þá er maður svona lakara hljóðfæri. Já. Með færri tóna. Já, og það er svona, það hefur líka áhrif á sko, að leyfa sér að vera allir glaður eða upplifa sterkar jákvæða tilfinningar. Þá þekki maður kannski ekki sjálfan sig nógu vel og það sem maður sækist eftir er kannski ekki eitthvað sem maður heldur sig hamingja, heldur svona innan tómara. Áttu við það? Nei, já, bara við að maður sko, þegar maður brynjar sig gagnvart tilfinningum, þá er ekki hægt, það er engin svona, líkaminn er ekki með svona filter að það sé bara, ok, ég sleppi þessari tilfinningu gegn og ekki þessari. Það bara verður einhvern veginn eins og ullarteppi á allar tilfinningar. Það bara dempar allt. Og þannig að sko... Fólk reynir þetta nú. Fólk reynir þetta. Ég ætla að vera jákvæður, eitthvað svona. Algjörlega, já. Og bara... Ekki að hugsa eitthvað, ég ætla bara að hætta að horfa á fréttinnar. Já. Ég ætla bara að dvelja í eitthvað sem er jákvætt. Já. Og það er alveg mjög gott að dvelja í því sem er jákvætt. Ég ætla bara að velja í kringum í fólk sem að mér líður vel með og ekki hitta hina og þetta er svolítið stemmingin í dag. Já, og sko það er aðalega samt bara hvað maður afsettar í sjálfum sér. Það veist. Og að leyfa sér að upplifa alls konar hluti og til dæmis kannski sorg er mjög erfið tilfinning en kannski jafnvel ennþá erfiðari svona eins og skömm eða afbrýðisemi til dæmis, máttu vera afbrýðisemi, það má alls ekki. Það er alveg tabú tilfinning. Og svona, við dæmum okkur. Við dæmum okkur fyrir það sem við kallum neikvæði tilfinningar. Upplifa sér ekki, hvað að segja, svona verðugan eða þú virðir mig ekki. Já, og svona við skömmumst okkar fyrir sumt í okkar tilfinningum. Og það er ég veit ekki, það er bara eitthvað eins og hamlandi á lífið. Er ekki viltu að maður segi, ég er fullur af skömm og ég er bara ánægð með það? Nei, en það fyrst er að bara viðkenna það og reyna að sjá hvaðan kemur þetta, hvað er þetta og reyna að vinna sig í gegnum það. Og þú veist, gert er gert. Ég vil skammast maður sína því maður hefur gert eitthvað. En stundum er það líka eitthvað sem þér hefur verið gert. Þess er líka kannski uppfyll af annara manna skömm. Stundum er skömm þröngu upp á þig af samfélaginu og það skammast þín fyrir að standa ekki nógu vel eða skammast þín fyrir að vera fátæk. Já, einmitt. Skammast þín fyrir að vera með þáfallsýki. Veldu, þú mátt skammast þig við bara hverju sem er. Það er þannig í okkar samfélagi. Nóg framboð. Nóg framboð og skömm. Já, og jafnvel þá hefum við ekkert gert til að verðskulda þetta. Það sitja einhvern veginn upp með þetta. Og það verður einhvern veginn að vinna sig í gegnum þetta. En núna erum við að tala svona eins og svona á sviði sem er svona sjálfshjálparsvið og það er ekkert neikvætt í þessu, ég bara veit í hvað að kalla þetta og ég hef stundum verið að tala um þetta í tengslu við leikhúsið að sumt leikhús og sumlist byggir eiginlega á þeim menningararfi frekar heldur en til dæmis eins og þú ert að segja í miðaldatónlist. Ég tók dæmi að mér finnst það svona einkenni á Jermu í Þjóðleikhúsinu. Það sækir frekar í það, frekar heldur en það djúp sem að Lorca sótti í sínu verki. Já. Og ég líka tekið dæmi af Elskuleg myndinni hennar Lilju Ingólfsdóttur
sem að byggir á svona, þessum svona síðustu 20, 30, 40 árum sem að hefur gengið í okkar heimsluta, svona endurmat á okkur, sem drögum fram áföllin okkar og þetta er rosalegur svona, bókmenntastóð. Þú eiginlega verið þurrað svona sem við setjum að gera hvort tveggja þarna, út annars vegar með miðaldirnar. Og svo eins og tala núna, við fyrir mjög fljótlega að tala tilfinningar og svona á þessu sviði. Verkið náttúrulega það. Já. En sko, þetta er ekki miðaldir, þetta er aðeins seinna, sko, þetta er svona 1700, en það skiptir ekki máli. Það skiptir bara engu máli. Ég rýstið ykkur, miðaldir voru bara til 1850. En þetta skiptir ekki máli, af því að rauninni það sem kemur í ljós er að, sko, af hverju getum við ennþá hlusta á þessa tónlist? Af hverju segir hún ennþá eitthvað? Og það er bara því að manneskjan breytist í eðli sinni ekki neitt. Verkefni sem við fáum er kannski ekki nákvæmlega eins eins og fólk fyrir 300 árum en fólk fyrir 300 árum það var líka kljást við sína tilfinningar og sín lífsvandamál og aðstæður og alls konar sem að fólk upplifði sem að hafði bara alls konar áhrif á það og en sko ég held bara að manneskjan í eðlisinu breytist bara svo lítið þess vegna getum við horta á og lesið þessi sögur frá allt öðrum tímum og við getum alveg skilið þetta fólk þó að sko við séum ekki í þeirra aðstæðum. Og svo breytist tíðarandin eða einhver leyti. Já, við tökumst á við kannski hugmyndir. Já, og líka bara hvernig við tökum á við hlutina eins og til þetta að núna er einmitt alls konar að koma upp á yfirborðið, fólk að tala alls konar hluti. Fólk tala núna alls konar tilfinningar sem að það bara voru ekki nefndar áður fyrr. Þannig að aðferðafræðin í hvernig við tökumst á þetta hefur breyst. Og er á fullu við að endurskilgreina jafnvel það sem að áður var skilgreint sem veikleiki minn getur verið styrkleiki minn. Algjörlega, já. Og því ég nefndi hana Lilju, þá sagði hún við rauðaborðið að hún hefði trúað því að þetta væri bara svo mikil bylgja sem væri í gangi að við værum að gangi gegnum svona bara algjört umbrott í menningu okkar. Að það að allir allt þetta fólk, allir þessir hópar öll þessi reynsla og fleira kæmu upp og væri svona endurskilgreining að þá væri við kannski að losna út úr svona hírakíu sigurvegaran sem að þarf að þykjast vera það nefst uppi og sé bara ekkert að honum. Ég vona það. Ég held að það sé ekkert sérstaklega svona gott mótil. Ég hef ekki einn vera svona bjartsýnandi gagnvart þessu eins og Lilju, þess vegna er ég alltaf að vitna í það sem hún sagði hérna. Já. Það er með þetta svo magnað að hlusta á þetta. Ég reyndar Elisabeth Jökuls hefur mest sagt þetta líka. Já. Sko, já, ég held að þetta sé, ég er alveg þarna líka. Að við erum einhvern veginn að endur skilgreina sko okkar samfélag og skipulag. Og samskipti og svona tjáningur þetta mikið hluta því. Og hversu heiðarlega getum við verið og hvernig getum við líka bara leyft öðrum að vera heiðarlegir og einhvern veginn skapa rými fyrir alls konar fólk og bara þessi tíma sem við lifum á núna eru bara mjög sérkennilegir að því það er sko annars vegar alveg svona gríðarlegt valda ég veit ekki hvað að kalla þetta valdamanía einhver en svo er alls konar annað að gerast og það er mín von, sko, ég sé alls konar öðru sem er að gerast. Það er góða sigri? Ég bara að fólk taki, sko, einhvern veginn völdin í sín eigin lífi, í sín eigin hendur og einhver litið snýst þetta líka ábyrgð, hvað erum við til í að taka mikla ábyrgð á okkur sjálfum til dæmis. Og hvað viljum við, eins og alltaf af hverju heldur fólk að þessi frábært að vera með einræðisherra, af því að nennir ekki að taka ábyrgð sjálfu sér. Það vil bara einhver annar ákveða allt. Það er búið að vera svo hugmynd búin að vera til lengi, hún hefur kannski ekki átt upp á pallborði en þú kannast við þetta, það væri miklu betra að væri bara ráðin einhver forstjóri til að reka Ísland og svona, ég man eftir þessu bara því að ég var lítill. Já, það er bara merkilt hvað það er einhvern veginn að fá mikið hljómgrunn núna hjá ungu fólki, mér finnst það alveg með ólíkindum. En unga fólki kann ekki að virða vonin og væntingin sem þú hefur að okkur hefur ekki tekist að benda það að unga fólkina á þetta sé eitthvað fallegt og eftir svona verð. Já, það reynda bara... Hittir bara, það má vel vera, mér leiðist þetta bara, mér langar meira í þetta. Já, en ég held að það sé líka fullt af unga fólki sem er alveg til í allt annan heim, skilur. Þetta er bara einhvern veginn hluti og mér finnst þetta samt bara svolítið, ég átti einhvern veginn ekki alveg vona á þessu, skilur. En þetta kemur mér óvart.
Það er svolítið erfitt fyrir fólk sem hefur trú á ungu fólki og æskunni og að það muni breyta heiminum og svo kemur bara hluti af hennar bara hillisverkar. Já, það er hluti. Þannig að unga fólki fær önnur verkefni heldur en ég bjóst við. Það fær það verkefni að greiða úr þessu. Herðu, þú varst að vinna í listum hérna á árum áður. Já. Þú veist yngri og dansa. Dansarar eru þannig að einhvern tímann var nú sagt að ég færi að eftirlaun 36 ára. Já, ef maður væri ballettdansari þá væri það kannski þannig. En ég var aldrei ballettdansari. Nei. Og það er eitt af því sem er að breyta. Mér finnst það ofta sem að maður sér eldra fólk eða alls konar fólk dansa. Það nú verið settur svona sýningar hér og ég man nú ekkert um að sá ég flokkin hennar Tínu Bás í París og þau og ég held að sjötugsaldri þarna. Já, hún var mikið með eldri dansurum, ekki bara en sko hún var með stóran flokk, stóran dansflokk og það var alltaf töluverður fjöldi það sem var sko komin yfir fertugt sem bara þótti þá frekar gamalt fyrir dansara. Já. Og auðvitað sko fólk sem að dansa þessi flokkur eitthvað leitið ekki? Jú, flokkurinn er ennþá til þó að Pína Bás í dáin. Já, flokkurinn er ennþá til. Já, og maður þekkir andlit sko þegar sér og ég vissum að þessi sko, að ég veit ekki, 60 yfir það sko. Já. En sko að vera atvinnudansari sko, ef fólk hefur farið í, fólk byrja kannski þjálfun 5 ára og þetta er mjög erfið þjálfun sko, þetta er bara eins og að vera afreksmaður í íþróttum. Eða fyrirleikari, þú ert bara að æfa þig 16 Já, nema þetta er svo mikið líkamlegt álag, svo mikið álag á líkamann, bara hnjé, til dæmis. Það er bara búinn. Já, líkaminn þolir bara ákveð mikið. Það er bara fótboltamenn sem er allir búin í njánum eftir fertugt eða eitthvað. Og þetta er bara svipað. Og þess vegna kannski var alveg ástæða fyrir því að fólk sem hafa búið að vera í þessum miklu erfiðu líkamlegu vinnu frá 5 ára aldri, það var kannski fertugt, var þetta kannski orðið bara gott. En þjálfun dansara hefur bara breyst og það eru, sko, þú ert ekki í þessum klassíska heimi, það ert bara allt öðru sér þjálfun og fólk er ekkert endilega að byrja 5 ára. Ég fór í minn fyrsta danstíma 13-14 ára, eitthvað svoleiðis, og fór í professional dansna 27 ára. Þannig ég svona var eiginlega bara þegar ég útskrifast, þá hefði ég rauninni samkvæmt klassíska módulin verið bara leiðin eftirlaun, beinstu leið. En og ég ætlaði ekkert að hætta að dansa, en ég lendi hnjámeiðslum 50 og þá svona var þetta eiginlega svolítið sjálf hætt í bili. Þannig að ég sneri mér öðru bara. Og leist þannig á að svona þessi hluti væri búinn? Já, ég held það. Ég var bara búin með þetta. Og þetta náttúrulega, þegar maður er alltaf illt og þegar bara alls konar sem maður getur ekki gert og svona, þá er þetta ekkert gaman. En svo bara líður tíminn og þessi meiðsl, sko, það er ekki þannig að ég sé orðin, sko, hafi fengið fyrir hreyfigetu alveg, en þetta er bara stöðugt ástand. Þannig að og það er ekki þessi sársauki lengur. Þannig að það er sjálfsagt ekkert fyrirstaður, nema svo fyrir nokkrum árum þá mér búið að vera með í danssýningu. Eða fyrst bara svona rannsókn sem að varð síðan að danssýningu sem heitir When the Bleeding Stops að Lovísa Ósk Gunnarsdóttir með það verk. Og þetta byrjaði sem mastersverkefni hennar Listaháskólanum. Hún var aðeins að skoða breytingaskeiðið og svona eldri dansara og var eitthvað að velta þessu fyrir sér. En úr því verður þetta verk. Og í því ferli, sko, þá áttaði ég með því að þó að líkamleg geta væri ekki eins og áður. Og þú getur ekki allt sem hún gasta áður? Já, það getur ekki hlaupið og hoppa til dæmis. Það er bara... Það getur kannski gert eitthvað núna sem hún gasta ekki áður, er það þannig? Ekki líkamlega. Ekki líkamlega, en í öðru, já. Já, en sko þá að líkaminn hafi, sem sagt, svona, farið svona niður á við, líkamlega geta, það er sko færni til að miðla á sviði, ekkert minkað. Og jafnvel aukist. Af því að þar kemur bara lífið og lífsreynsla, það svona styrkir þann grunn. Og miðlaðu þeirri reynslu sem þú hefur sem kona á þessum aldri. Já. Sem að ungur dansari 27 ára getur ekki. Já, það segir sér bara sjálft að 27 ára lífsreynsla er minni heldur en 62 ára lífsreynsla. Þannig að þú hefur einhvern veginn svona meira, það er svona önnur innistæða fyrir því sem þú gerir. Og það er líka kannski einhver svona slökun sem kemur með aldrinum, að það er sko
þegar maður er ungur, það er svo mikill vilji, það er svo mikill metnaður, það er svo mikill löngun til að einhvern veginn standa sig, gera vel og bara, veist, einhvern veginn, það er svona mikill eldur og kannski verður maður aðeins meira vatn þegar maður eldist, svona hægir á manni og maður er svona, fer meiri að taka á móti til dæmis og svona talandi svona miðlun, sko, semst á sviði, þá er maður að gefa frá sér, en maður þarf líka að taka á móti og maður er kannski svona næmari á það að leyfa þessu að leyfa sér að taka inn og senda þessu áfram, það verður svona meiri hringrás. Ekki það að ég hafi eitthvað rannsakað það, en þetta er svona tilgáta. Þetta hljóma nú svona eins og ævinni stundum stilt upp að ég held að sé Jung sem er með ungmanndómsárin sem við erum að komast á sviðið og erum svolítið að ryðja okkur braut og viljum bæði sanna okkur líka afsanna þá sem að fyrir eru til þess að fá eitthvað rými og svo koma manndómsárin þar sem við kannski vinnum úr þessu betur í svona aðeins meiri sátt við síðan verðum við væsold menn og væsold lady og þá erum við svona bara í láriði hluti af strömmnum sko, og erum ekki með ego við svona hangað utan á sér eins og fólk er með langt fram eftir öllum. Já, það breytist aðeins og maður svona, við getum kallað þetta þroska líka og maður bara kannski líka skilur hvað maður skiptir í rauninni litlu máli, við erum bara eitt peð af mörgum á jörðinni og við erum sko, og við erum sko svo mikið hluti af okkar tilveru er að vera tengd við aðra, það snýst ekki bara mig heldur þessa tengingu. Þá er dansheimurinn, hann hefur skaffað okkur mikið verkum hérna ungmanndómsárum dansarana og í slíka tjáningu. Já. Og sáralítið annað, sko. Þannig að það er eiginlega óskrifaður kafli. Það er ekki svona sama sagan á bakvið að hvernig kona á þínum aldri dansar? Nei, það er það ekki. Það er samt hafa alveg verið dæmi með þessi ballerínur sem voru að dansa sko. Jú, en ekki þetta í líkingu þessi heimur sé kannski svolítið svona aldurskakkur. Já, og hann er svolítið aldurskiptur líka. Og sko, að því við erum alveg með, sem sagt, flesti dansarar eru svona á aldrum 20 til 40 ára. Það er svona algengast. Og þá er fólk auðvitað líkamlega sterkt og fullu fjöri. Áður er líkaminn byrjað að svíkja okkur. Já, og svo eru til sko svona ung kompani sem er svona eins og svolítið svona þjálfunar kompani eða fyrir yngri segjum kannski 16 til 22-23 það er svona, sem er mjög gott svona til að æfa sig og koma sér svona þroska þessa leið og svo hafa verið svona eldri dansara hópar og sýningar. En það sem við sjáum kannski minnst af það er það sem þetta blandast saman. Og ef maður ber þetta saman við leikhúsi þá eru yfirleitt sko í einu leikrit eru hlutverk fyrir yngri, miðaldra og eldri leikara. En þetta er mjög sjaldan í dansinum. Þetta er oft svona aldursaðgreind einhvern veginn. Og ég er náttúrulega með sólóverk þannig að það er auðvitað bara ein manneskja á sviðinu. En þetta er svona, en þar erum við ekki komin langt til þess í dansinum að blanda saman mismunandi aldri og gera það á þann hátt að allir geti notið sín á þeim stað sem þeir eru á því sinni. Mér finnst það fallegt og það sé ekki alveg það sem að þú ert að vísi, sem að var í sýningu, ég mann bara núna ekki hvað hann hét, sem var núna í haust í Tjarnarbíói. Það sem að var annars vegar atvinnudansarar og svo hérna föllustúlka sem að dansaði með þeim. Já. Og þá kemur í ljós sko með þetta mjög fallegt vegna þess að stúlkan gat ekki dansað eins og atvinnudansarnir en atvinnudansarnir gátu heldur ekki dansað eins og hún. Nei. Hefði aldrei getað náð hennar tjáningu sko. Þannig að það verður svona breytt í því hérna hvernig fólk tjáfa sig. Já. Og þetta er kannski svolítið að breytast í dansinum að það er svona fleiri gerðir af líkumum á sviðinu. Veist, hver fær að dansa, hver Og þú gerir ekki mikið úr því að sé svona hérna þröskuldur. Það er alveg þröskuldur. Konur aldrei að koma og fara að dansa, hitta áhorfendur sem eru hérna einhver leyti aldur upp við að horfa á hérna þennan heim sem getur verið grimmur. Þannig að sagt að ballerínur lifi á tyggjói og sígarettum eða ekki. Það er mikil grimmd á því að vera í formi og allir séu bara perfekt. Já, ég held að samt að dansar í dag, þið borða almennt bara mjög heilnæma fæðu og þetta hugsaður Þetta hefur verið einhverju myndum dansflokkin í Kaupmannahöfn, þetta er setning var. Við lifum á tyggjó og sígarettum. Já, einu sinni var það þannig að allir dansara reyktu, þá borðuðu þeir minna. En það er ekki lengur þannig.
En sko, ég óttast ekki áhorfendur, það var ekki þröskuldurinn. Þröskuldurinn var að mæta sjálfur mér og mæta þessum líkama. Þeir sem að, að vera sátt við þig. Já. Og, sem okkur gengur erfilega. Já, og sko 2023 þá gerði ég verk sem heitir 7 ljóð úr óskrifaðri ljóðabók. Og það var svona, það reyndi bara svolítið mikið á og það endaði sem 20 mínútna sóló. Og aðal bara það var bara, hver er þessi líkami í dag? Hvað gerir hann í dag? Hvað getur hann ekki? Hvernig líður mér í þessum líkama núna? Og það kannski helst svolítið hendur við það að þegar ég lendi í þessum meiðslum, þá bara einhvern veginn, ég segi ekki af afneita líkamannum, en ég svona aftengdist að vissu leyti. Sæði bara þessi líkami er bara leiðilegur, hann er ekkert að gera það sem hann er vanur að gera og svona mín sjálfsmynd var alltaf, ég er sterk og ég er með svona líkamenn sem ég get alltaf treysta og ég get bara lyft öllu og ég bara gert allt, veist. Og það bara gat ég ekki lengur og þá einhvern veginn bara þekkti ég ekki þennan líkama og ég bara misti áhugann á honum. Og svo þurfti ég að taka hann aftur í sátt og bara sjá ekki hvernig er þessi líkami það núna, hvað gerir hann og hvað gerir hann ekki og hvernig líður mér í þessum líkama. Og það var svolítið verkefni, fara í gegnum það og finna einhverja leið með það. En sko sem að svona þessu, segjum bara hljóðfæri, líka vera sátt við það, að vera ekki með að það ætti að vera eitthvað annað en það er. Já, og sko, og ég ger ekki það sama eins og ég gerði þegar ég var 30, það er bara þannig. En svona fyrir utan listin, er ekki margir bara í þessu stöðu að vera með sig, að vera ósáttur við sig eitthvað einn? Þannig að það eru mjög margir ósáttur við líkamann á sér. Já, þú veist, og það er kannski já, við erum kannski svolítið hörðstundum við hennar líkama og hann á bara að vera eins og vel smjörð vél, líkami er ekki vél og það er svona þetta er eitthvað svona hvað skal ég segja, þetta er eitthvað svona balans á milli þess að halda vel utanum svo þetta er svona hlúa líkamann, sko líkami þarf bæði þjálfun og umhyggju. Líkami gerður til að hreyfa sig. Það er ekki gott fyrir líkami að vera bara sitja allan daginn eða vera bara í kyrrstöðu. Það er bara líkami gerður til að hreyfa sig en ekki endilega að vera stöðugt að hamast. Þannig að þetta er eitthvað svona jafnvægislist á milli þess hvenær ertu að sko bara augra þér til að ná aðeins lengra og hvenær ertu með svipun á þér. Eða hvenær ertu bara í leitikasti og hvenær ertu raunverulega að hlúa þér og gera eitthvað sem er gott fyrir þig. Og við erum bara alltaf í þessum balans einhvern veginn að leita einhverju leið með þetta. Herðu, en að því að þetta er svona, ég veit ekki hvað, við getum kallað þetta svona comeback. Þú veit að þú varst í listum og svo dregur þið úr þeim að hlutverkinu kemur aftur. Já. Við ætlum að tala við aðra konu í næstu viku sem er svona sama. Já. En mér langar aðeins að spyrja þau það að því að einhverju ástæðum, það getur verið alls konar ástæður sem að veldur því að fólk lokar þessari bók bara. Það getur verið bara listin er náttúrulega endalaust helvítis hark og erfiðleikar. Já, já. Lítil uppskjöru oft. Já, já. Það var alveg hluti á sig hjá mér til dæmis. Já, og stundur bara, ég segi fólk, þú veist, þetta bara, ég hætti þessu streiði. Já. Þetta er bara óverið. En listin fer kannski ekki? Nei, listin fer ekki. Hún finnur sér alltaf einhvern farveg og listamaðurinn breytist ekkert þó hann kannski teikni í dag og syngja á morgun og dansi hindaginn. Það er alltaf sömu sögurnar sem væri þarna einhvern veginn. Sami brunnur sem þeir eru auðs úr. Og ég held að sko allir þurfa að vera skapandi í sínu lífi og sömur þurfa að vera svona svolítið listrænt skapandi. Það er alltaf að vera skapandi á fleiri hátt. En sumir hafa bara mikla þörf fyrir einhvers konar sköpun og það er líka eitthvað við svona sko listsköpun er einhvers konar ástundun eða iðkun líka. Það snýst ekki alltaf að vera að slá í gegn eða gera eitthvað stórkostlega, bara að vera að gera það sem þú átt að gera. Vera að syngja, vera að hreyfa þig, vera að teikna. Það er kannski mest gefandi. Og svona meta og móta það sem að þú heyrir og sérð og fleira í eitthvað svona farveg. Já. Það er bara hluti af heilanum virkar þarna. Já, og listin hún er svo frjáls að því þú, sko, það er ekki hægt að tala beinlega eins og rétt eða rátt í listum. Það er ekki einhver svona
ein endanlega niðurstaða og hver listamaður vinnur bara á sín einstaka hátt. Ég stundum talaði sko ef ég þyrfti til dæmis að fara til tannlæknis, það skiptir ekki öllu máli til hvaða tannlæknis ég fer, það bara verður gert þess að tönn, það verður sett fylling og tönni með virka. Þannig að nákvæmlega hvaða tannlæknir skiptir ekki öllu máli. En ef að Ég held að tannlæknir myndu mótmæla þessu. Já, þeir myndu eðlislega mótmæla þessu, en útkoman mjög svipuð. En hins vegar listamaður... Þú er ekki nógu góða innsýn inn í tannlækningar. Það getur vel verið. Það virkar eins fyrir þér. Já, en listamaður segir maður einhver listamaður takja sér að mála veggmynd hérna í bæ og hann bara einhverjum ásökum getur ekki fara annan listamann. Myndin verður allt öðruvísi. Það bara, hver listamaður hefur bara sína einstöku leið. Þess vegna ekki að segja eitthvað svona rétt og rámt eða meira að segja gott og vont eiginlega á heldur ekki við heldur bara hvað gefur þetta, hverju hreyfir þetta við, þetta inspirerandi á einhvern nátt, ítir þetta við einhverju, kveikir þetta á einhverju hjá áhorfandanum og það það sem listin gerir og svo bara alltaf helmingurinn af listinni í svona í þessari miðlun að listamaðurinn kemur með helmingin og áhorfandinn kemur með hinn helmingin og við getum aldrei borðið alveg ábyrgð á því hvað áhorfandinn hvernig hann tengir eða ekki, við reynum bara að gera okkar besta til að setja þetta fram og sumir áhorfendur hafa kannski bara ekki alveg þörf fyrir þessa list, það eitthvað annað sem að hentar þeim og þá það bara þannig, en það segir ekkert hvort að listin góð eða slæm. Svo fyrir þetta í dagsformi áhorfenda líka stundum snertir eitthvað mann og bara eitthvað. Já, bara sem betur fyrir bara til alls konar list fyrir alls konar fólk. Samt það þannig að eins og einhver leyti á við þig líklega að þetta bara erfitt að vera að reyna að finna einhverja leið til þess að geta verið hafa tækifæri til þess að búa til list og margir komast þeirri niður þetta bara komið gott og ég fer bara starfa sem gæt eða eitthvað reyna að hafa í mig á og ég bara gefst upp og fólk reynir að kæfa þetta. Já og það fyrir suma bara betra til dæmis að vera ekki að reyna að hafa list að lifibrauði það hafa bara svona tekjur annars staðar það tekur ákveðna pressu ef þú ert ekki að lifa af þessu þá ertu bara að gera þetta af einhverjum öðrum ástæðum og þá hefur náttúrulega minni tíma þú minni tíma en þú meira svona, það en líka minni pressu og þá snýst þetta ekki endilega að ég verð að vera með sýningu þarna eða ég verð að selja miða snýst bara ekkert það og losnar við þessa fjárhagslegu að listin þurfa að gefa einhvern pening þessa fjárhagslegu tengingu en ég held að svona ákveðin forvitni sem átt svona grunnurinn að því að fólk fer aftur að skapa það einhverja hugmynd og það bara verður svo forvitið með þessa hugmynd að það verður að þess að prófa því að bara hugur þeirra virkar þannig að það verður listræn Þannig að þú mæli með því að ykkur í þessari stöðu hafa svona verið að gefast upp og gæfa listin að finna henni eitthvað farveg það vantar fleiri til þess að vera skapandi, ekki færri Við erum alls skapandi það bara í hvaða farveg við setjum það ef að listin gefur fólki eitthvað þá bara reyna að svara því einhvern veginn ég er líka ef að þetta sterk þörf og þú nærir hana ekki þá verður maður bara svo leiður það bara einhvern veginn þá vantar eitthvað nóg af leiðu fólki nóg af leiðu fólki En hvað fórst þú að gera? Hvað hefur verið að gera? Hvað er það því? Þú kemur ykkar sem söngvar og dansari Já En þú ert hvort, þú varst eiginlega að segja það bæði bæði, en þú hefur ekki lifibrauð því Jú, núna reyndar þá síðustu ár, þá hef ég starfað við það að fara syngjandi og dansandi heiminn þessi sýning sem ég nefndi áðan með henni Lovísu sem hún sló í gegn alþjóðlega þannig að við ferðumst mjög mikið með þessa sýningu á síðasta ári fórum til 17 borga og ég að fara bara núna á morgun til Frakklands með henni þannig að það alveg stór hluti af mínu lífi en það mitt síðasta starf þá vann ég í gleraugnabúð 3 ár Og það hægt að vera að vinna í gleraugnabúð og vera í list í frítíma? Já, það svona hægt að einhverju marki. Finnst þú vera svona heppin að hafa tengst þessu verki og fá að ferða svona Já, ég verið að segja það. Þetta verk náttúrulega svolítið sérstakt af því að við förum sem sagt á
hverjum stað þar sem við sýnum, þá vinnum við með konum sem frá svæðinu. Þannig að við kynnumst alltaf hóp af konum frá viðkomandi borg eða landi. Og það er alveg svona ekstra bónus í þessu verki. Og svo er þetta bara mjög skemmtilegt líka og mjög góður hópur. Þannig að þetta er bara mjög gefandi verkefni. Og svo opnaði þetta náttúrulega aftur þessar dyr fyrir mér. Ég fann bara hvað ég hefði gaman að vera á sviði. Ég var aðeins búin að gleyma því. Já, og hvað er gaman að vera á sviði? Það er einhver tenging, held ég. Og það er eitthvað samkomulag þegar þetta sviði. Og þetta er svolítið, minnst það stundur svolítið merkilegt því að ég var mjög feimið barn. Og alveg tímabíli alveg sjúklega feimin. Þannig að fólk held ég væri bara mállaus eða eitthvað. Og en á sviði er ég ekkert feimin. Og svona það er eitthvað við það er eitthvað við þetta samkomulag. Auðvitað ertu búin að undirbúa, búin að æfa og þú er tilbúin að vera á þessu sviði. Þið er ekki bara hent upp á sviði með ekki neitt í höndunum. Þú veist hvað allar að fara að gera. En það er samkomulag milli áhorfenda og þess sem er að sýna að í þennan tíma sem sýningin varir, þá eru áhorfenda þarna til að veita því sem er á sviðinu athygli. Og þeir sem eru á sviðinu eru þarna til að bera fram það sem þeir hafa undirbúið. Þannig að það er búið að ákveða þetta stefnumót. Og það er eitthvað við þessa athygli sem að verður til þarna. Og það er sem er eitthvað svo gefandi. Og ég held að sé eitthvað bara því að áhorfendur bara leyfa sér að vera þarna. Og einhvern veginn það er svona sameiginleg reynsla þessa stund. Þú nýtur þess að dvelja í þeirri athygli, en nýtur þess kannski ekki að dvelja í mikilli athygli í hlénu eða... Jú, það hefur nú allast að mér þessi feimni. En það er svona, en sko ég hef alveg heyrt marga svona, ég hef oft heyrt þetta frá fólki sem er svona orðið þjóðþekktir listamenn, svona að þeir hafa átt eitthvað svona að stríða þeir voru yngri. Að eiga erfitt með að stíga fram, sko. Og svo einhvern veginn fer maður yfir einhvern draskuld og þá... Gengur inn í eitthvað hlutur. Já. Þetta er kannski ekki alveg ég sem er þetta er svona minn. Getur það verið þannig líka? Það er svolítið það líka, já. Þannig ég er eiginlega falinn af því að ég er á bakvið minn. Já, maður er með erindi. Maður er með ákveð erindi. Ég getur verið feiminnið inni, sko. Já, það er eitthvað sko, já, það er sko, einmitt. Þetta er ekki þú, þetta er listin sem þú veist að miðla. Og maður er, sko, maður verður bara að vera mjög auðmjúkur þarna á sviðinu. Því þetta er ekki, á endan með þetta ekki mig. Þetta er þessa list sem þarf bara að fá að verða til þarna. Og hún verður til í þessu stefnumóti. Hún verður til af því áhorfendur er þarna til að taka við þessu. En nú ert að dansa með konum á breytingaskeiðinu og eftir breytingaskeiðið. Já. Er til eitthvað svona líkamslæsi þannig að ég geti séð á einhver sem er að dansa? Þetta sé kona á breytingaskeiðinu eða eftir breytingaskeiðinu? Ég hef bara ekki hugmynda. Það ekki? Nei, ekki hugmynda. En á hverju er þetta að taka þennan hóp og láta hann vera í dansverkinu? Sko, það snýst kannski, snýst einhver leyti breytingaskeiðið, en það snýst líkum svolítið... Þetta hefði enga merkingu að 30 ára konur var að dansa þetta? Nei, það er annað, sko, að því þetta snýst það sem að vonandi er að minnka, að sko sumum konum finnst að það verði svolítið ósýnilegar 50. Og ég held að margir kallar upplifa þetta líka. Að sko þeir ekki lengur svona ungir og spennandi, þess að það hefur svona áhersla á ungt og upprennandi. Kjörn svona aðeins seinna, ég hef svolítið fjallað þetta hérna Já. Og ég var komið kenningunum að það gerir svona 50 hjá konum en svona kannski 58 ára auðvöldum. Það getur vel verið, sko. Það gripi fram í fyrir þeim, menn ekki hlusta hvað þeir að segja, allt inni eru bara ómark. Já, og það er svolítið það sem að, og sko en þetta er eins og er á sama aldurskeiði eins og breytingaskeiði, þetta er 50 hjá konum. Oft, ég er ekki að segja allar konur lendi í þessu, en það er alveg marga konur sem hafa upplifað þetta. Það er bara svona talaði við þær og þær segja eitthvað og engin viðburður svo segja kallið við hliðina og það er nákvæmlega sama og það er bara frábær hugmynd. Þannig að raunin er að það sem að þetta snýst að gera þessar konur sýnilegar og gefa þeim sviðið. Af því þetta er líka kannski
og maður sér þetta meira sér líka í leikhúsinu að sko það eru hlutverk fyrir eldri leikarana ef þeir endast fram yfir 70. Það er alltaf nokkur hlutverk fyrir eldra fólk. En það er þetta svona miðaldra, það er svolítið svona grái aldurinn þar sem að fólk er að grána bókstaflega og fólk upplifir sér svolítið eins og það sé verða pínu svona ósýnilegt. Og þannig að það snýst svolítið það að lyfta því upp sem að venjulega er ekki sett á svið. En þessi eldri, það eru svo bara Anthony Hopkins fer með þetta hlutverk og Judi Dench. Já, eða bara Kristofer Kjeld. Það er Kristofer Kjeld, en það er bara eins og það er bara ein. Það er bara einn á sko 15-20 ára kynslóð sem að fer og tekur þessi hlutverk. Já, og það er það bara að fólk gefst bara upp að þetta er erfitt. Þetta er svolítið svona kannski vanmeting þjáning. Þessi miðaldra, sko þessi síðmiðaldra, þegar maður fólk finnur það er einhvern veginn að það er eins og að sé að missa fótfestu. Og það fær ekki lengur að vera með, er ekki metið á sama hátt. Og fyrir marga þá verður það bara einhvern veginn, ok, þetta er bara ekki þess virði lengur. Ég ætla bara að fara og gera eitthvað annað. Ég hef spurt stundum leikara þessu líka annað listafólk og það því að við vorum að tala um ungmenntasorg eins og ég haldi á það líka frá Jung. Að við getum tekið svona eins og Laxness, maður getur sagt bernskuverkin hans, eru ungmanndómsverkin hans sem hann er að ryðja sér braut og vefarinn og alþýðubókin og bendandi á alla þessi asnar sem koma manndómsárin, það sem hann vinnur úr því sem hann hefur og tekur episku skáldsöguna og vinnur sín stóru verk og svo koma Væsold með árin þar sem að penni verður svona frjálsari og enda náttúrulega með hann skrifa bara endurminningar og er á einhverju svona sagnasviði sem að, og það er ekki að sanna neitt. Og þetta er svona dæmi listamenn sem hefur náð að endurnýja sig á öllum tímabilum. Myndinu Dylan er í bíó og hann er náttúrulega dæmi þetta. Hann er ekki eins og Rolling Stones sem er að syngja sömu lögin og þeir voru 18 ára sko. Hann hefur hann á bara kafla og heldur áfram að endur uppkvöta sig sem listamann eftir því sem að hann breytist. Að sömu leyti er þetta með leikarana og dansarana að þeir detta af vagninum vegna þess að við bara vantar fleiri sem að raunverulega gera þetta. Já, og það er líka að gera verk sem að henda þessu fólki. Það er ekki gott að láta eitthvað sem er efri hluta manndómsáruna að fara að leika ungsmanns orku eða lér konung, sko. Já, og svo er líka eitt eins og í dansinum að sko dansarar eru hætta setna núna, bara halda áfram og bara finna sér það öðruvísi verkefni. Þetta hefur kannski háð svolítið dansforminu eða listforminu dans að það er svo mikið áhersla á unga orku og þá veist hvernig þróast formið ef það eru engin dansverk fyrir miðaldra eða eldri dansara fyrst að því það þú hlýtur að gera öðruvísi verk fyrir 50 mannsku heldur en fyrir 25. Já, gerólík verk, ekki gölluð ungsmanns orkuverk. Nei. Heldur bara byggt á allt öðru fórstum. Já, og sem bara hæfir því aldurskeiði og þeirri orku sem þú ert með þá. Og þannig að þetta er held ég bara til bóta að fólk haldi áfram að dansa og það er kannski líka hluti af minni endurkomu að því ég alveg spurt mig, af hverju er ég að þessu, þú veist. Það er bara mjög þægilega að vera ekki að þessu raunni. en þetta er þetta líka gaman en þetta er alveg svona smá strögg líka. En sko ég held til dæmis að þessi bara gefandi fyrir fólk á mínum aldri að sjá mig á mínum aldri vera að gera þetta og ég bara vona til dæmis að fólk hugsi sko og ef hún getur gert þetta þar sem hún er þá get ég gert eitthvað sem ég langar þar sem ég er þetta sé svolítið svona inspírandi fyrir fólk ég vona það. Það er það alveg örugglega og þetta var mjög áhugaverð og falleg sýning gaman að sjá þið dansa og syngja á sama tíma. En því miður þá var þetta síðasta sýning sem ég svo. Já, í bíli allavega. Kannski kemur þetta upp aftur. Aldrei að vita. Herðu, Ólöf, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur. Takk fyrir. Og þetta eru þá lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum öllu gestur sem hafa hingað komið og Laufey og Pétri fyrir að taka upp og senda út og öðrum sem hafa verið hérna með viðtöl. Kærlega fyrir en mest þökkum við ykkur sem að breyti þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Það verður til þegar þið leggjið við hlustir.
Ég minni á eins og ég geri ofta að þið hafi byggt upp dreifikerfi samstöðuna bara með því að segja vinum og vandamennu frá efni sem að hér og ykkur finnst áhugavert. Ég ekki að byrja ykkur að benda á eitthvað sem ykkur finnst leiðilegt eða óáhugavert. En þá kíkir fólk á þetta og finnur okkur á Facebook og YouTube og í hlaðvarpinu, í útvarpinu og í sjónvarpinu, þeir sem að skipta við síman. Það sem að við erum nú með 5 á fjárstýringunni hjá því heppna fólki sem nú meiri hluti fólks. Kannski ef þú vill, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem drífur samstöðuna áfram sá hluti ykkar áhörfenda og áheyrenda sem að hafa gert áskrifundur. Þar fáum við aflið til þess að byggja upp samstöðuna og halda henni gangandi. Ef að þú ert kannski löngu búin að ákveða það að samstöðun sé gott fyrirbrigði í íslensku samfélagi og það verði ekki til nema að margir leggji eitthvað lítið til, að þá geti ég til þess að gera starfskrifandi. Þú ferð þá inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2.500 krónur, sem mér sagt að sé hlægilega rátt verð með við efnin sem við búum til. En þú getur borgað meira þú vilt og þið sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsskiptin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda og þakka þeim kærlega fyrir. Þetta orðið gott í bili, ég ætla að segja góða nótt og svo byrjar rauðaborðið aftur hérna á morgun klukkan 8 kvöldið. Sjáumst þá. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.